Jæja, við ætlum að nýta tímann hérna á Kringlubílastæðinu á meðan ég að bíða eftir mömmu og pappa. Ég ætla alltaf að taka upp smá svona útskýringarklippur fyrir þetta vlog. Tíminn bara, ég var að edita í gær og tíminn líður svo ótrúlega hratt. En nú ég komin 16 vikur, tíminn bara, búm, fór. Og líður bara vel. Fékk allavega aldrei neina morgunógleði eða bara enga ógleði. Ég heyrði mér að segja í gær að sumar fá ógleði á kvöldin. Ekkert svoleiðis. Ég var búin að segja að ég var ógeðslega þreytt og sú orka að koma tilbaka, en ég finn samt svona leið og eitthvað bregður út af vananum, eins og bara við förum norður eða ég, sef illa eða eitthvað. Og þá ég bara dauð daginn eftir. En nú einhvern veginn lífið bara svona orðið frekar normal. Ég vinn bara minn vinnudag, fer í ræktina, elda, ég get núna gert allt án þess að vera bara... Ég búin að vera svo spennt að deila þessum klippum, af því þetta svona... Það svo gaman að líta á þetta tilbaka, þó það sé ekki að stutt síðan, þá líður mér eins og það sé rosalega langt síðan ég tók þetta upp. Og það eiga líka bara svona viðbrögð fjölskyldunar, þó ég ætla bara að setja inn smá klippur, skilurðu. Ég tók upp í svona 15 sekundur þegar ég sagði Stulla. Ég segi eitthvað söguna betur í annarri klippu, en já, það var mjög fyndið. Það byrjaði að koma smá kúla og ég held að það sé almennt þannig að þær alltaf stærri á kvöldin, af því að þá einhvern veginn dagurinn búinn að blandast svolítið við þetta, held ég. En já. Guð, ég fer svo víðan völl, ég er búin svo spennt, núna veit ég alltaf ekki hvað ég á að segja. Jú, ég ætla að segja með cravings. Fyrst náttúrulega eins og þið sjáuð í fyrri klippum, þá voru það kantalópur og melónur bara yfir höfuð. Ekki venjuleg melóna samt, heldur einhver svona asnalega melónur. Kantalópa, gul melóna og eitthvað svona. Náttúrulega máttu ekki vera basic. Já, svo núna eru það kíví sem ég borða örugglega 3 kíví á dag og ég veit ekki einu sinni hvort það má. Hvenær kíví of mikið kíví? Ég komin þangað. Svo var vinkona mín að senda á mig, þú verður að pröfa golden kíví eða gold kíví. Og ég bara, wow, hljómar eins og önnur vitsi að fara að opnast fyrir mér í dag. Ég elskaði kíví þegar ég var krakki, en aldrei hef ég borðað svona mikið af þeim. En já, ég búin að vera með mjög sterka strákatilfinningu, eiginlega allan tíman. Þetta einhver tilfinning sem ég með og Stulli heldur að stelpa, þannig að það kemur bara ljós hver hefur rétt fyrir sér. Við erum að fara að fá við þetta kynið í lok apríl. Þannig að já, ég er rosa spennt. Það verður svo skrítið að fá að vita hvort að þessi tilfinning bara eitthvað bull eða, það verður mjög gaman að sjá. En já, mér þykir svo vænt viðbröðin frá fjölskyldunni. Ég ætla líka að segja, bear in mind með viðbröðin hjá minni fjölskyldu. Það lúkkar eins og það séu allir bara eitthvað svona geðveikt dauðir á því, en við vorum búin að vera í fjallinu allan daginn, eða þau. Við hefðum náttúrulega ekki lagt á okkur þetta ferðalag sem þið sáuð í það síðasta vlogi, nema bara þegar við vorum búin að ákveða að segja fjölskyldunni þessa helgi. En já, það líti allir út fyrir að vera bara að deyja og engin stemming, en við ákveðum svo að tilkynna þeim þetta í Kahúti. Og reyndum að gera bara svona þokkalega skemmtilegt Kahút. Systir mín var líka veik, hún situr þarna í einhverju úlpu, bara, sorry Hrund, fyrir að setja þetta á netið, en já. Svo voru alltaf augljóslega allir ógeðslega spenntir, þetta tók smá svona tíma og svona, byrju, wow, en já, þetta var mjög skemmtilegt. Við byrjuðum að spyrja hvað mamma og pabbi eiga mörg barnabörn og segðum svo hverju von á barnabörni númer 9. Og það var bara Gígja og Stilli, Stulla og Gígja og Stilli og svo sónarmyndin. Nema litli frændi minn, sem 6 ára, hann var ekki að skilja þetta. Hann bara, það bara sömu möguleikarnir. Bara halló, keppnin heldur áfram hérna. Það var ógeðslega fyndið. Já, það sést í klippinni, ég zoomaði aðeins inn á hann þannig að ég fatti mómentið. En nú erum mamma og pabbi komin og ég klára þetta seinna. You already know. Vistu kaupa slopp? Nei, þannig að fara að sjá aðsvann.
alvörunni. Það var svo fokkin lengi að koma heim. Ok, ég ætla að make this quick. Ég þarf að vísla. Ok. Ég er svo hrædd að heyrist í mér að því við þurfum sko að vera bara... Við getum mjög lítið talað þetta heima því að það má ekki veita neitt augljóslega. Og við búum með tengdóðana. Við erum að fara á þorrablót afturhaldningar. Ég er búin að vera veik alla vikuna. Eða svona sem ég alla vikuna. Og ég er hitalaus en eins og heyrist þá er ég ekki orðin frísk. Ekki alveg. En ég er nógu frísk, ég fyrir vinnuna mánudaginn allavega. Málið er að ég er ólétt. Þetta er svo óraunverulegt að segja þetta. En já, þannig að, þú veist, það er náttúrulega að bara að drekka í kvöld og ég get það ekki. Þannig að ég er bara eitthvað, já, ég vil ekki slá niður og verða, þú veist, meira veik og eitthvað. Þannig að ég er bara á bíl. Svo er ég bara eitthvað svona farin á bað og sækja túrtappa og eitthvað. Reyna okkar allra besta, svona reyna að passa að það verði ekki eitthvað suspicion. Bring me my melons. Það finnst þú flott. Bara með ykkur skipta á því. I could eat 10 a day. Ok, ég er í fyrsta skipti ein heima frá því ég komst að ég væri ólétt og ég er samt að reyna að passa að tala ógeðslega lágt. Já, ég veit ekki eins og hvað ég hef mikinn tíma þannig ég er ekki að stressa að reyna að recapa allt. Ég er búin að vera veik alveg í, ég veit ekki eins og hversu lengi, kannski 10 daga. Samt búin að vinna núna, ég vann miðvikudag og fimmtudag. Og er að ná mér, en ég var bara í fyrsta skipti í dag að fara bara í smá göngutúr. Ég er alveg búin að vera bara með flensu, alveg bara lasin. Ég er í dag komin 5 vikur og 3 daga og finn ekki fyrir neinu ennþá. Ég er bara hérna, ég fái ekki morgunógleði. Hvernig á maður líka að fela þetta ef maður er með morgunógleði? Ég er bara eitthvað að reyna að gera allt til þess að þau kveiki ekki á neinu. Þú veist, þegar við fórum á þorrablóti þá sagði ég eitthvað svona stillega eitthvað myndu með mér að taka túrtappa og ég er með svo miklu túrverki og eitthvað. Og svo ég keypti Stilli bjór í gær og ég eitthvað má ég fá einn hjá þér. Þannig ég svona get reyna svona að láta eins og allt sé bara að ganga sinn mannagang. Svo erum við að fara á þorrablóti í Hrísey næstu helgi. Það verður aðeins erfiðara held ég. Við erum eiginlega búin að ákveða ég og Stilli að bæði fyrir þorrablótið næstu helgi og skíðaferð norður sem við erum að fara í eftir 3 vikur. Þá erum við bara ákveðið að segja að ég sé á Degutan. Og ég held að það gæti alveg flogið af því að ég er búin að vera að díla við húðvandamál á bakinu frá því að ég hætti á pillunni. Og ég held, þú veist, að vita alveg einhverjir af því eins og mamma og þú veist, einhverjir vinkonur mínar. Þannig ég held ég get alveg nota það að ég hafi bara ákveðið að fara á Degutan og sé bara að taka því alvarlega af því það má náttúrulega ekki drekka á Degutan. Þannig að núna er ég að fara að kynna með Degutan svo ég geti verið með the facts right. Shit, þetta er búið að vera svo mikill tilfinningarússibanni síðustu dagar og vika. Stilli var ekki einu sinni heima, ég tók klippu, þú veist, ég tók upp þegar ég segði Stilla eða sýndi honum prófið. Hann var ekki heima þegar ég tók prófið, ég var bara veik heima og veit ekki af hverju ég fekk einhverja tilfinningu og þurfti að bíða eftir honum í einhverja klukkutíma. Svo þegar hann kom heim þá fórum við einhvern veginn beint að borða kvöldmat og hann var ógeðslega lengi að spjalla við borðið og ég var bara, getur komið? Þannig að já, en ég er allavega, ég er mjög spennt. Ég er bara svo spennt að geta sagt frá þessu. Þetta er líka, þetta er svo gaman. En líka svo flókið að þú veist, fjölskylda mín er fyrir norðan, fjölskyldan er Stilla hér, þannig að þú veist, ég getum einhvern veginn ekki sagt þeim á sama tíma. Þetta er alveg, ég er að hugsa svo ógeðslega mikið þessa dagana, sko. En já, ég vildi bara taka svona smá update. Ég er einhvern veginn, já, eins og ég er ekki með nein einkenni. Mér finnst svo óþægilegt að fá ekki, þú veist, það er ekkert fyrstu 12 vikurnar einhvern veginn
maður veit ekkert hvað er að gerast þarna inni. Þetta er alveg pínu stressandi að vera svona on your own, en ég get ekki beðið eftir 20. mars að fara í 12 vikna sónar. Það verður góða dagur, vona ég. En já, það eina sem mér langar að borða er melónur. Mér langar bara allar tegundir af melónum. Mér er alltaf fundist kantalópu gekkur og núna get ég borðað bara heila skál bara og heil kantalópa farin. Þetta var svona my first update. Þetta er einhvern veginn að synka inn. Tökum næsta update einhvern tímann þegar ég get. Alright. Smá skakt. Allavega. Eins og kannski sést þá var ég að klára ræktina og er bara að fara heim. En mér langaði að taka smá update. Ég er komin í dag... sorry, mér er svo kalt. Já, ég er komin núna 9 vikur og 2 daga. Mér líður alltaf þess að ég þurfa að lækka róminn svo heyri enginn í mér. Ég er einu bílnum sko. Ég bara... Mér finnst það ennþá ótrúlegt. Ég var alltaf viss að þegar ég er ólétt að þá myndi ég vera svona ógleðis manneskja. Að ég fengi pottet gett mikla ógleði og eitthvað. Engin ógleði. Allavega ekki eitthvað svona reglubundið. Þú veist, ég fengi nokkru sinnum eitthvað svona smá, en það er bara því ég er ógeðslega svöng og ég held mér að það sé nú bara almennt þannig hjá mér. En þú veist, já. Þannig að ég er gríðarlega þakklát fyrir og veit að ég er mjög heppin að vera ekki búin að upplifa neina ógleði. Já, við erum að fara á þriðjudaginn kl. 10 eða eitthvað í fyrsta svona mæðravendatíman sem ég veit ekkert ég veit ekkert hvað sá tími er. Ég veit ekkert hvort maður fær að heyra hjartslátt allavega eða eitthvað. Eða hvort þetta er bara eitthvað hvernig lífið er og ég að spyrja hvort ég megi fara í sund eða ekki. Ég fatt ekki hvort ég má fara í heitan pott. Eða hvort það skipti engu máli núna og skipti máli seinna. Ég er með mjög margar spurningar í haustum á mér. Þetta er bara spennandi. Við erum búin að ákveða hvenær við ætlum að segja fjölskyldunni. Ég veit alveg að það er mjög mismunandi hvenær fólk segir fjölskyldunni og ég veit ekki, kannski erum við að bíða svolítið lengi. En hugsunin okkar var bara að klára þennan 12 vikna sónar til þess að vita að það sé allt í lagi og segja svo. Okkur finnst það bara einhvern veginn þægilegra, en ég veit ekki. Við erum að fara í 12 vikna sónar daginn sem við keyrum norður í skíðaferð með fjölskyldunni minni. Þannig að við segjum þeim þá helgi og Stulla fjölskyldu líka þegar við komum heim. En við erum ekki búin að ákveða hvernig. Við vorum með geggjaða hugmynd fyrir páskana. En við nennum ekki að bíða þangað til við erum komin 14 vikur. Við erum þannig búin að illa gert. Þannig að við verðum að finna eitthvað annað sniðugt, eitthvað svona skemmtilegt. Ég er ekki búin að vera með eitthvað svona geðveikt specific kreif, nema ég held ég hafi verið búin að segja að fyrstu vikurnar voru það bara kantalópur. Þá vildi ég bara endalaust borða kantalópur. En núna er ég ekki með eitthvað svona specific. Ég bara, ef mér langar í eitthvað, þá langar mér ógeðslega mikið í það og mér langar í það núna. Ég er búin að vera svolítið þannig. Mjög gaman. Ok, eitt sem ég reyndar glemdi. Þó ég sé ekki búin að vera með ógleði, þá er ég búin að vera svo ógeðslega þreytt. Ég er bara, holy. Það eru bara mjög margir dagar þar sem ég er búin að koma heim og leggja mig eftir vinnu af því ég er bara exhausted og svo sofnaði ég samt bara kl. 10. Þú veist, ég er búin að leggja mig í dag. Ég hefði örugglega ekki meikað að fara í röktina ef ég væri ekki búin að taka smá napperoni. Þannig að ég ætla ekki að sitja hérna og hljóma eins og ég sé bara eitthvað að þetta sé allt woohoo og eitthvað. Ég er búin að vera mjög þreytt og þú veist, það er að ganga ógeðslega vel núna að fara í ræktina og eitthvað af því að orka mín er svona þess að koma tilbaka fyrst mér. Þannig að það er svona mitt aðaleinkenni, myndi ég segja. Ég elska að ég hafi bara gleymt því. En orka mín er líka þess að koma tilbaka núna, þannig að kannski þess vegna sem ég gleymdi því. I'm focusing on the positives. Þannig að já, bara svo þetta hljóma ekki eins og það sé allt bara fullkomið. Ég er líka þreytt. Gleði allt að það er búið að vera aflýsað öll. Alright, það er komið að long awaited day. 12 vikna sónar. Hvað þarf maður bara að bíða lengi eftir þessum tíma? Ég er bara, já, að fá að heyra hjartsláttinn verður all I need to hear. Já, þetta var ógeðslega gaman. Já, það er ógeðslegt veður, sko. Hárum eftir doing something. Já.
Það líka stormur, sko. Já. En já, við erum komin hérna í skógarhlíðina. Við ætlum að fara að checka out this baby. Spennandi. Rosalegt. Þetta var svo góð staðfesting, ertu að grínast. Krakkinn ætlaði reyndar aldrei að vera að keyra þannig að hún getur tekið myndirnar. En já, það má ekki taka upp hann inni eins og ég svo sem vissi. Þannig að, já, viltu segja eitthvað? Hér er þú bara í einhverju móki, sko. Jæja, við erum komin í röðina upp á Öxnadalsheiði. Alright. Hvað er að Tedda og Teitur mörg barnabörn? Við gerðum þetta í gær og fengum helmingunum villu svo ég veit það ekki ennþá. Þau eiga bókstaflega 8. Snillingur. Já. Þannig að ef við fyrir loka spurningu. Allir ready? Here we go. Ég er hrædd. Hverjir eiga von á barni númer 9? Herru, pingu kontekst fyrir næstu klippu. Það var nokkrum vikum árum fjölskyldun minni frá. Þá vorum við í matabúðinni á mömmu og pappa og þau sögðu okkur frá, við vorum að tala um símanúmer og þá nefndi ég eitthvað svona að ég var að segja einhverjum símanúmerið mitt og manneskinn hafi svona litið á mig og bara, wow, þetta er gett símanúmer. Ég eitthvað, já, takk. Og þá var Gíja allt í einu bara, já, alveg rétt. Hvar vorum við aftur? Hvar vorum við þegar manneskinn nefndi þetta? Ég eitthvað, ég veit það ekki, við vorum örugglega bara gjaldkerfum, bankanum eða eitthvað, ég bara man það ekki. Og hún eitthvað, jú, þetta var bara í seinustu viku. Ég sverða, hvar vorum við? Og ég eitthvað svona, ég bara hreinlega man það ekki. Og síðan var ég eitthvað að reyna að breyta umræfninu og þá byrjuðum við svona aðeins að tala um eitthvað annað. Svo kleip ég lærið á Gíu og þegar við vorum sem sagt hjá ljósmóðurinn okkar, bara í fyrstu heimsókn þegar þetta atvik átti sér stað og ég var svo næstu því, ég hélt að Gíu myndi óvart missa þetta upp þessu þegar hún myndi uppgöta hvar við vorum. En já, þá þið sjáu það bara næstu klippu. Heyrðu, munið eftir símanúmera drallið, manneskinn sem við vorum að reyna að finna út úr hver elskaði símanúmerið mitt. Við vorum á leiðinni núna mínútu eftir. Já. Það var Ólafía, ljósmóðurinn okkar. Símanúmerið þitt? Ljósmóðurinn Sigga. Já. Nei. Ó, já, til! Nei! Nei! Mikið, vá! Ég fattar það! Okay, take 75. Ég að sveitna. Ég skil hvað við erum að gera. Bara gata þig. Hvað meina? Ég held að það sé negla. Ég held að sé bara búinn. We're having a baby. Það verður með flass. Já. Eina en þá ekki með flassi. Þessi var góð. Það er mjög vel valinn útlitsleg moment hjá mér til að taka upp þessa loka klippu. Sunnudagslúkið er alltaf bara at its peak. En já, ég er búin að vera núna í þessari viku að edita saman alla klippurnar sem ég tók fyrstu vikurnar og það er svo gaman að horfa á þetta aftur. Þetta er svona, ég var búin að gleyma svo mörgu sem ég var að segja og hugsa og taka upp. Það er bara ótrúlega gaman og dýrmætt að eiga þetta allt á upptöku og sérstaklega viðbröðin hjá fjölskyldunum okkar. Það er svo gaman að horfa á þetta aftur og hlæja þessu. Það eru í dag 16 vikur síðan ég komst að þessu eða við. Tíminn líður svo hratt, alveg magnað. Ég ætlaði nú ekki að hafa þetta eitthvað langt, ég bara vona að þið hafa jafn gaman að horfa á þetta ég og vitið núna líka að kontentið mun aðeins breytast hérðan í frá. Þannig já, það eru bara mjög spennandi tímar framöndan og við getum ekki beðið. En já, þetta er svolítið langt, þannig að áður en ég fyrir að babla eitthvað meira, við bara geymum það fyrir næsta myndband. Já, þá ætlum ég bara að segja svo alltaf, bara takk æðislega fyrir að horfa. Það er mjög gaman, ég elska þegar fólk kommentar. Mér finnst svo gaman að svona, þú veist,
interakta við þá sem það eru að horfa, þannig að ef þið eru ekki feimin, annars bara ekki gleyma að like og subscribe og við sjáumst í næsta vídeo sem páskavlogg, ótrúlega cozy páskavlogg, þannig að stick around, sjáumst í næsta vloggi.